Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna að austan. Í þætti kvöldsins förum við á Fáskrúðsfjörð þar sem við hittum fyrir mann sem opnaði hjólaverkstæði í skúrnum heima. Vegna þess að ég fréttaði að fólk var bara að henda hjólum sem voru bara heil í rauninni. Hittum 3 vinkonur á Seyðisfirði sem að vinna með sína uppáhaldshluti. Það hefur verið ótrúlega gaman að leyfa ferðamönnum að upplifa Seyðisfjörð í gegnum okkur. Skellum okkur á punktónleika í Neskaupstað. Þetta náttúrulega svolítið sérstakt. En við hefjum leikinn hér í sláturtíðinni á Vopnafirði. Ég hugsa að hafi verið sláturhús nánast í hverju einasta plássi. Það hafi verið allavega 8 á Austurlandi frá Hornafirði til Vopnafjarðar. Það af sem áður var, þegar nánast mátti finna sláturhús í hverju plássi. En af þeim 8 sem voru á austanverðu landinu aðeins 2 eftir. Annað þeirra á Höfn og hitt á Vopnafirði. Sláturfélag Vopnfirðinga rekið að þeim feðgum Skúla Þórðarsyni og Þórði Pálssyni, en Skúli hefur tekið við framkvæmdastjórastöðu af föður sínu. Sláturtíðin stendur í 8 vikur, þar sem að 33.000 skepnum lógað. Saga slátrunar á Vopnafirði er nokkuð löng. Það er blóðvöllur nánast á sama staðnum og við erum, var hér frá því fyrir svona 240 árum síðan þegar þetta var sett ein af 4 eða 6 verslunarhöfnum á Íslandi sem voru þá að slátra og salta mjög kjöt á Bretlandsmarkað. Svo var byggt sláturhús og frystihús hér rétt innan við Kaupang 1935 og þetta hús var byggt 1948. Samfelld saga slátrunar í þessu húsi er orðin æðilöng. Ég er svo búinn að vinna sjálfur hér við slátrun frá 1989, raunum frá stofnun fyrirtækisins og það svona fær smá saman upp listan frá því að vera gálgamaður, fláningsmaður, verkstjóri og fláningsmaður og svo verkstjóri og svo sláturhússtjóri og svo framkvæmdastjóri í fyrra. Skúli segir góðan anda ríkja innan fyrirtækisins, en fólk kemur allstaðar að úr heiminum ár eftir ár til þess að taka þátt í sláturtíðinni. Við erum að skapa það hjá okkur og við erum að fá talsveit mikið af fólki aftur og erum að verða síðustu 3-4 ár mun auðveldara að manna húsið heldur en var áður. Það sé bara fyrir að skapa svona svolítið skemmtilegt andrúmsloft. Unnið samkvæmt ákveðnu Europe-flokkunarkerfi, þar sem að bókstafir tákna vöðvaflokka og tölustafir fituflokka. Skúli segir stöðuga jákvæða þróun hafi verið í ræktun lambakjöts á landinu undanfarin ár. Já, svo höfum við svona ákveðna sérstöðu því það sem er kallað vopnfirskverkussvið, það sem er verið að svíða, það sem er kallað með gamla laginu, það sem er notað eingöngu gósangas og reynda þrýstiloft til að svíða hausana í staðan fyrir gas og súr, það sem sumar stærri húsan er allan að gera, það sem er meiri hiti og það er minni svona eldun á hausnum, allavega eldra fólkjum líka betur við þessa hausa. Og þetta er það góð sala í þessu, við þurfum að kaupa nánast jafn mikið magn og fellur til hjá okkur. Við erum lofa 30.000 lömbum og þurfum að kaupa kannski 20-30.000 hausa í viðbót til þess að anna eftirspurnina. Haraldur Jónsson, bóndi á Ásbrandstöðum í Vopnafirði, hefur unnið í sláturhúsinu með hléum í 43 ár og sem kjötmatsmaður frá aldamótum. Þetta er bara nauðsynlegur hluti af starfinu að vera bóndi og vera í sveit. Það kemur í hluti nokkra bænda alltaf að vinna í sláturhúsi. Hefur alltaf verið svoleiðis. Vísu er þetta orðið breytt í dag að við erum mjög fá sem vinnum bændur í dag í sláturhúsinu. Þetta byggist mest á aðkomum fólk. Bæði Íslendingum og erlendu vinnuafli. Ég á að gæða með það kjötið sem kemur frá bændum og eftir því sem ég stimpla þetta inn hér í tölvuna og eftir því bændum borgað því að þetta flokkast þá í gæðaflokka og gæðaflokkarnir eru í verðflokkum og ég er í raun og veru ákveða það hvað bændur fá borgað sem er ekki mikið í dag. En þú talar tölvuna, hvernig hefur þetta starf þróast á þessum 40 árum? Það er náttúrulega gjör ólíkt. Þetta er 4. matskerfi sem ég vinn í frá því að ég byrjaði hérna fyrir, ég er sennilega 76, þá fór ég að byrja í þessu hérna. Þannig að þetta er bara gjör ólíkt. Hvenær kom þetta inn í tölvur? Ég held að það sé þegar Europe-mat hefur tekið upp 1999 held ég að tekur það gildi allt land og þá fór ég að vinna í tölvu þegar þetta kom árið 2000 þegar ég byrjaði hérna.
Borgfiska bóndadóttirin og söngkonan Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir ein þeirra sem tekur þátt í sláturtíðin á Vopnafirði í haust, annað árið í röð. Ég klippi hausana af. Hausaklippunum og tek hornin af og hendi hausunum niður. Ég ákvað að koma með vinkonu minni í fyrra, fekk að fara í ýmis störf þá og það var bara rosalega gaman. Þannig að ég ákvað bara að koma aftur núna. Svo alltaf gott að fá svona mikinn pening á 2 mánuðum. Þegar maður svona heimsfórnarflakkar eins og ég, þá var það rosa fínt. Ég kom í rauninni líka af því að mér langaði svolítið að vita þennan hluta af þessu bóndadæmi, af því ég veit svo mikið sauðburð og veit svo mikið hvað maður gerir svona. En mér langaði svolítið að vita sláturtíðina og hvernig það væri svona í sláturhúsinu. Þetta vertíð, algjörlega. Og maður rosa feginn þegar þetta er búið, en það er samt líka leiðilegt af því að það verða náttúrulega myndast í rauninni bara svona fjölskyldubönd. Það er mjög skemmtileg stemning, þetta er rosalega breiður hópur frá fullt af löndum. Það er einn frá Nýja-Sjálandi, fullt af Dönum, Svíþjóð, Eistlandi. Þannig að maður svona upplifir ýmislegt og gaman að tala við fólkið sem kemur ár eftir ár, alla leið frá Nýja-Sjálandi til þess að vinna hérna. Talið berst að því ákvaða tónlist Aldís Fjóla hlustar á meðan að hausarnir fá að fjúka. Ég með rosalegan power playlista sem gengur allan daginn í eyrunum á mér. Aðalega svona gamalt rock og eitthvað, en svo fær Sia líka að koma inn og svona. Ég gefa okkur pínutandum. Það er góð. Maybe I don't have dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. Hjólreiðar eru geysivinsalar á Íslandi og eru sífellt fleiri sem tileinka sér þær sem samgöngu og ferðamáta. Austurland hefur ekki farið varhluta af hjólaæðinu. Hér má finna fjöldan allan af hjólaáhugamönnum. Einn af þeim er Hörður Árnason hjólaviðgerðamaður sem hefur nú opnað hjólaverkstæði í bílskúrnum heima hjá sér þar sem hann dundar við viðgerðir á kvöldin og helgar. Hvar erum við eiginlega stödd? Við erum stödd á Fáskrúðsfirði, Skólaveg 87, á verkstæðinu hjá Keðjuverkun. Er langt sem þú opnaðir? Ég byrjaði að fikta við þetta fyrir vinn og vanda mér fyrir árið síðan, en stofnaði fyrirtæki núna í sumar. Og er búið að vera svolítið að gera? Það er reytingur, það er ekkert of mikið. Ég hef ekkert verið að kosta hennar auglýsingar eða neitt ennþá, en það er að koma sletta á hjólum inn. En hvernig dattir þetta hjól? Af hverju gerum við? Vegna þess að ég fréttaði að fólk var bara að henda hjólum sem voru bara heil í rauninni. Bara lítilsháttar biluð, það var enginn til að gera við þetta. Fólk kunni ekki gera við og bara hendi þessu og keypti nýtt. Og ekkert sem þú varst að hafa áhuga á þá áður að fikta við svona eða? Mér finnst alltaf gaman að skrúfa. Já. Og fikta í einhverju koppaföti og smurefnum, en hjólaði mikið þegar ég var krakki og alveg fram á unglingsárin og var alltaf skrúfandi hjólið mín í sundur og saman og breytandi þeim og þetta svona bara kveikti áhuga bara. Krakkarnir voru nýbyrjaðir að hjóla líka og mér langaði bara að prófa þetta. Hörður er kannski ekki dæmigerður reiðhjóla áhuga maður sem hjólar fjöll og fyrnindi. Hans ástríða liggur meiri í að laga og gera við. Honum hefur líka verið vel tekið því á Austurlandi er skortur á hjólreiðaverkstæðum og reiknast okkur til að þeim megi aðeins finna eitt slíkt á Egilsstöðum fyrir utan það sem hann rekur í bílskúrnum á Fáskrúðsfirði. Tekurðu við öllum gerðum af hjólum? Gerurðu við allt? Já, ég get alveg tekið flest hjól að mér. Það er reiðhjól sko. Hvað bílar helst? Það eru bremsurnar sem það þarf að halda við, keðjan slitnar eða slitnar ekki að tegjast á henni. Þá þarf að skipta hann og endurnýja hana. Þetta eru frekar ódýrir hlutir, þannig að það borgar sig að vera ekkert að teygja þetta of lengi því að þá ertu farin að skemma meira. Skemmir gjarðirnar ef það eru slitnir púðar og þú eyðileggur tannhjólin ef þú skiptir ekki keðjuna. Þannig að það borgar sig að skipta þetta reglulega. Er dýrt að koma með hjólið til þín? Nei, ég tel það ekki dýrt, alls ekki. Til dæmis skiptum keðjuna 2000 skall, einhvers staðar á bilinu.
Fyrir eftir enda hvað hún er dýr eða hvað hún er flott, eins og 10 gera hjóli, þá kostar hún mun meira, en á þessum 7-8 gera hjólum þá 2000 skall. Og púðarnir, bremsupúðar í eitt dekk eru 1250 kall fyrir utan ásetningu. Þetta er gjöfin, ekki gjald? Ég það ekki. Ég held það. En hvað ertu til dæmis að gera núna? Nú er ég að þrífa keðju. Er það eitthvað sem þarf að gera reglulega eða? Já, það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Nokkru sinnum á árið. Það fer reyndar eftir því hvað þú hjóla mikið, en það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Hvað myndirðu ráðleggja fólki varðandi hjóli sín? Hvað gerir maður til þess að endist lengur, maður fari betur með þau? Geymdu þau inni, alltaf að geyma þau inni. Öll hjól bara fara illa og að vera úti. Rigningu og jafnvel að fara undir snjó. Þrífa þau reglulega og smyrja þau með réttum smörjum. Það er alveg grundvallaratriði. Til dæmis eins og með keðjuna að þú þarft að smyrja þetta með réttum smörjunum og þurrka feitina sem utan á keðjun. Feitina á að vera inn í keðjunni, ekki utan á. Þannig að ef hún er utan á, þá bara safnast ryk og drulla utan á keðjuna, fer í allan gírbúnaðinn, tannhjólinn og slítur því bara. Hörður mæli líka eindregið með því að hjólaeigandur fari með hjólinn sín í allsherjar yfirhalningu einu sinni á ári en mæti reglulega með það í léttari skoðun til að það endist lengur. Hvernig hefur fólk samband við þig að það vil fara að skella hjólinu sínu í yfirhalningu? Ég er með Facebook síðu, keðjuverkun og það er nú eiginlega bara þar. Ég er ekki með neinar auglýsingar neins staðar og hægt að íta mér þessu eitt takka bara þar inn á og þá hringir í mig. En hvað er skemmtilegast að gera við þegar þú ert að gera við hjólið? Allt. Það er ekkert leiðilegt. Það er, þó ég fói hjól aftur og aftur og aftur sem maður þarf að gera það sama við, það er bara gaman að eiga við það. Mér finnst það. Þetta er bara gaman. Við vorum búin að vera að spá eitthvað í þessu, hvað við ættum að skýra búðina og þvílíkur hausverkur að skýra búð, það er bara, já. Og einn daginn var ég að tala við Davíð hérna, sem er eigandi Öldunar og hann fór að spyrja mig bara hvað er konceptið, þú veist, hvað ætlaði að gera, hvað vil ég selja í búðinni? Og ég bara svona, þú veist, our favorite things. Og síðan eftir það hugsa ég, það er náttúrulega bara nafn á búðinni, our favorite things. Þær Diljá, Sessilía Hlín og Óla Maja opnuðu í sumar fyrirtækið Our Favorite Things á Seyðisfirði en það samanstendur af klæðskeraverkstæði, verslun, hjólalegu og skipulögðum ferðum fyrir ferðamenn. Okkur fannst vanta meiri afþreyingu og meira að vera fyrir túristana á Seyðisfirði. Þannig að við tókum okkur saman, ég er menntaður klæðskeri og Sessilía líka. En svo hef ég og Óla Maja mikinn áhuga á ferðamönnum og að kynna ferðamönnum fyrir Seyðisfirði og hvað við stöndum fyrir. Ég var búin að vera í mörg ára hopp inn í að vera í göngutúra og búin að vera að þrjóskast við það að fara hérna og í svona lokaltúra því að ég er fædd og uppalin hérna og finnst mjög gaman af öllum þessum húsum hérna og sögunni sem fylgir hverju einasta húsi þannig að mér fannst þetta bara tilvalið að fara að bjóða upp á þetta þannig að fólk gæti bara labba hérna inn ef því dytti í huga að fara í göngutúr með lokal. Við erum búin að vera með í sumar tvær skipulegar ferðir á hverjum einasta degi þannig að fólk hefur bara getið, séð bæklinga upp á hótelherbyggjum og gistiheimilum þar sem við bara sér, það er gönguferð klukkan 6 á kvöldin alla daga og svo var hjólaferð út með firði, út af Vestalseyri, 2 tíma ferð, leiðsagnarferð. Það hefur verið ótrúlega gaman að upplifa að leyfa ferðamönnum að upplifa Seyðisfjörð í gegnum okkur. Það eru allir í himnaríki eftir að vera búin að fá öðruvísi, það verður náttúrulega öðruvísi frásögn þegar maður talar við lokal fólk í stað þess að labba bara sjálfur. Og svona gamall hundur eins og ég sem náttúrulega man alveg eftir í hvar til dæmis fjósið hans afa var og svona, þannig að að maður fer inn í alla þessa nostalgíu líka sem er svo skemmtilegt og
og ég upplifi svolítið svona þó ég hef ekki unnið á síldarárunum hérna, þá upplifi ég svolítið þennan tíma að vera pínu svona, hafa svona keim af síldarárunum hérna í den. Það svona spenna í loftinu, þessi gata alveg draumur að vera við með svona þjónustu. Og svo bara allt fólki sem að vinna líka í þessum geira, það kemur alls staðar að. Og þetta bara svo skemmtilegt að hitta fólk af allra þjóða kvikindum sem að bara allt í einu birtist á tröppunum hjá manni. Og maður þarf ofta að fá þriðja auga til þess að benda manni á að þetta dásamlegur staður. Þær Stöllur eru ánægðar með viðtökurnar í sumar og áætla að bæta við bátsferðum að ári. Við ætlum allavega að halda áfram. Það náttúrulega segir ýmislegt. Já, við ætlum að halda áfram og vonandi getum við bara keypt fleiri hjól. Við föttum það að við keyptum medium og large hjól því að það það sem við Íslendingurinn myndum passa á. En það eru víst til Asíubúar sem ýmis þjóðir sem eru aðeins minni en svona þessi klassíska íslenska konustærð og kallastærð. Þannig að við þurfum að bæta við okkur nokkrum hjólum næsta vor. Sesselja og Diljá höfðu verið með vinnustofum 2 ára skeið í því húsi sem að verslunin nú. Við erum bæði með notað vintage sem við kaupum frá Bretlandi og síðan erum við að gera okkar eigin hönnun og síðan svona lokal hönnun í rauninni líka. Þannig að fólk frá Austurlandi að hanna og selja Þannig að ég fekk það hugmynd að taka sjálfsmynd og prenta á bóli og peysur, kjóla. Og hvernig hafa viðtökurnar verið? Bara mjög flottar. Eiginlega bara betri heldur en að við byggumst nokkuð tíma með, sko. Það var meira bara svona við að hafa gaman. En þetta bara búið að ganga hrikalega vel, sko. Ég held þessi ekki ljúga þegar ég segja að við séum eina vintage hönnunarbúðin bara utan á landi. Ég held að einu vintagebúðina séu síðan bara í Reykjavík, sko. Þannig að það mjög gaman. Sköpunargleðin mikil hjá þeim vinkonum og galdra þær fram hvert meistarastykkið á fætur öðru. Við vinnum allt saman. Frá A til Ö. Við gerum þetta í sammenningu. Hún byrjar kannski að sníða og við hjálpumst að laga sniðið og svo byrja ég að klippa og annarkur okkar fer að sauma og svo annarkur okkar í búðinni og þá tekur hinn allt í einu bara við það sem var verið að gera inni. Þetta mjög mikil samvinna. Það svolítið erfitt að sitja einn að sauma í sitt hvoru horni. Hún fær einhvern veginn ekki neitt mikið feedback frá sjálfur sér. Þannig alveg ótrúlega skemmtilegt að finna annan klæðskera á Seyðisfirði. Við ætlum að kynnast austfirsku pönksönunni með því að fara á tónleikana Pönk að hausti hér í Egilsbúð í Neskaupstað. 4 austfirsku sveitir komu fram og við ætlum að athuga hvað þær hafa að segja tónlistina, pönkið og lífið. Hann gengur með púpindi. Hann þjáist af þunglindi. Hann þingmaður. Íslenskur alþingismaður. Lygar og bull, lygar og bull, lygar og bull, lygar og bull, lygar og bull. Hvor gengur ykkur? Kraftmikil, framvegist það, hvernig að vera pönkar með kassagítar? Þetta bara alveg... Þetta náttúrulega svolítið sérstakt. Þetta náttúrulega bara alveg frábært. Skila, berja gítarinn, svo bara, ég ekki með nögla. Það reyndar ekki núna. En þú með vinnuslys? Já, reyndar, jú, það er alltaf blóð. Það er alltaf blóð ef maður ekki með nögl, sko. Eða blöðrur. Það er enga blöðrur í dag en það er blóð. Svo reyndar slappan furðulega vel, sko. En ég ætla samt að vona að sé falskur eftir þetta, sko. Er það markmið? Verður það að vera falskur? Já, annars virkar þetta ekki, sko. Helst að slíta streng.
verður smælingi, alveg eins og ræningi í framkomu og útliti. Rænir banka og ræðst á saklausa krakka. Hræðir úr þeim líftóruna, svo ekkert verður eftir nema fölgrindin. Hvað finnur í pönkinu? Heyriru, þetta er bara kraftur og orka, sko. Þetta er bara spennandi. But the shoes and decks and crumbs will never change this musical mess of a world with the truth and stake the noise. I'm gonna rock jacks and wake the boys. You got battles beneath battles, the light that splinters through cracks that are imperfections made. Cheap cigars and rental cars will bring you higher to the stars, but falsify and identify shallow yesterday bleed. What a holy mess you made, what a holy mess you made of yourself. But hey, I don't care, tranquil later. What a holy mess you made, what a holy mess you made of yourself. So are you not a way too good musicians for playing punk? Yes. I'm not sure. I would say yes. So it's a waste of talent and time. Yeah, it's good to waste things sometimes, though. Yeah, you know. Yeah. Why punk? I suppose it's not. I came from doing punk for 10 years with my brother, but this is not. This is like an offshoot, and I don't know. It's been a huge influence for me, at least. Like, it's really good to play with the guys, also because, well, really good musicians, and also they come from like playing in metal bands and stuff, and I think there's a nice. You know, I'm a very basic musician, I think, so yeah, it's a nice kind of compliment with the way their songs are performed, and yeah. Let's go with that. Yeah. I just made it up right. Yeah. Fyrsta skipti sem komið fram óbúlega, er þetta gaman? Nei. Þetta var, ég veit það ekki. Nei, þetta var... Ég mista Neighbors og eitthvað svona. Já. Nei, við höfum mjög gaman að þessu. Og þetta er svona djók sem er búið að byrjaði einhver staðar á MSN eða Telegram eða hvað sem þetta hétt gamla daga. 93. Og búið að vinda upp og svo var þetta alltaf mikið djók. Og einhvern veginn endum við á því að búið til plötu og spila live hérna á Austurlandi. Hvernig dróst þú inn í þetta gaman? Ég bara þekki þessa drengi mjög vel og þeir eru að kynna bassa. Og ég bókaði á tónleika. Þeir eru ekki með bassaleikara, þannig ég bara hljófið skarrið. Hefur einhver keypt plötuna ykkur ennþá? Já, við erum búin að selja megnið af henni. Ég keypti hana til þessu. Við brentum 100 stykki, það eru 20-30 eftir eða eitthvað. Já, það keyptu allir fjölskyldumeðlimir plötuna, þannig ég þurfti ekki að loka á neitt, sko, hvað með ykkur? Það voru allir þægir. Ég þurfti að senda pappa til Noreg, sko. Hvað er það sem lætur mig að verka sig emja? Fær mig til að langa til að kirkja og fremja, kveikja í og einhverja fyrir kíla og lemja, ýmis konar skemmtileg útæði fremja. Gremja, 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 gremja. Ýmis konar lyndaverfi fýsir að fremja, langar ekki mikið við lífið að semja, skamminu að stjórna eða tunguna að temja, stolti við hlutarna að stilla og hefja. Gremja, gremja. Þetta er pólitískt punkband með
lögheimili og varnarþing í Fjarðabyggð. Spilum gáfumannapönk, ljóðapönk hefur þetta líka verið kallað. Þetta allt bragfræðilega rétt? Já, þetta allt bragfræðilega rétt, takk. Já. Það sem að gáfumannapönk gengur út á? Já, í grófum dráttum, já. Og kannski fátt annað. Já. Má hafa eitthvað að segja? Já, svo innihaldið einmitt. Það hjálpar líka. Já. Og hver eru helst yrkisefni sveitarinnar? Já, það eru Þjóðfylkingin og Framsóknarflokkurinn. Davíð Oddsson. Hannes Hólmsteinn. Það eru svona bara málefni þjóðfélagsins. Málefni líðandi stundar. Málefni líðandi stundar, hvað er það? Já, þetta, einmitt, þú komst líka með þá hugmynd, þetta gæti verið svona, alltaf, já, einmitt, svona virkur í athugasendum, við erum alltaf komið lag það sem var bara í fréttum helgarinnar. Við vorum með lag sem var, það var í fréttum daginn að þessi frasi hvar á svo feit að vera og Davíð Þór samdi lag daginn eftir. Þannig að þetta er svona, við reynum að gera þetta jafnáðum. Alveg ferskt? Brakandi ferskt. Ef einhver klúðrar einhverju þá erum við með lag það daginn eftir. Algjörlega. Í félum og bak við fjöllin blá, í fjöldrum bak við langs og slá, það þar sem þessi feiti á að vera. Takk fyrir. Þá er þetta komið hjá okkur í kvöld. Við kveðjum ykkur hérna Hellisheiðinni með Héraðsflóann í baksýn. Bless, bless.